Komið þið sæl, gaman að vera með ykkur hér. Ég ætla að fjalla öryggismenningu og helstu verkfæri sem við hjá Fjarðaáli erum að nota þar að lútandi og að lokum vonandi aðeins það hvort við höfum gengið til góðs. Hvað er öryggismenning og hvað er fyrirtækismenning? Þar sem við hugum vel að öryggismenningu, eða öryggismálum, þá er þetta nákvæmlega sami hluturinn. Þar sem að fyrirtækismenningin eða vinnustaðamenningin er öryggismenning. Þetta eru ósagðar og óskrifaðar reglur sem við förum öll eftir. Þetta eru gildi og viðhorf sem allir á vinnustaðnum deila. Helgun eða engagement skiptir gríðarlega miklu máli í þessu. Það er það að við séum öll að vinna saman að markmiðum fyrirtækisins og á sama tíma að þjóna eigin markmiðum. Þetta er ekki það sama starfsánægja, helgun er annað, við erum að vinna saman að sameiginlegu markmiði, við höfum sömu gildi og við hegðum okkur samkvæmt þeim. Áhugi á eigin öryggi og öryggi vinnufélagana er hluti af þessu, við látum okkur varða ef að vinnufélagin setur sjálfan sig eða aðra í öryggishættu. Nú skipulag sem að setur öryggi á oddinn, það eru þetta lykilatriði, það er að öryggismenningin eða öryggisáherslan komi frá stjórnendum í gegnum skipulagið og út í fyrirtækið. Það er svo sannarlega tilfellið hjá Alcoa, þar sem að Alcoa Corporation leggur gríðarlega mikla áherslu á öryggi. Þegar ég gekk til liðs við Alcoa þá var þetta svona svolítið nýtt fyrir mér og ég held að það hafi verið mér hollt. Ég kom frá öðru ágætu íslensku fyrirtæki en þarna kom maður inn í annað umhverfi og upplifði það að þetta er ekki bara orð á blaði ofan í skúfu. Þarna eru menn virkilega að ganga gildin og við fáum heimsókn eftir heimsókn þar sem verið er að fara yfir öryggismál, nýjar leiðir og svo framvegis. Gemba skrifa ég þarna, þetta eru í raun og veru svona göngutúrar sem við stjórnendur förum í fyrirtækinu. Gemba er talað ef ég má segja á ensku, go see, ask why, show respect. Þarna erum við að fara, tala við starfsfólkið okkar og ganga gildin, vera góðar fyrirmyndir, ræða öryggismál. Ég myndi segja að góð öryggismenning, hún byrjar með stöðlum sem að verða síðan hluti af lingóun okkar, við þekkjum þetta öll, við virðum þetta öll og förum eftir þeim, við þurfum ekki að lesa staðalinn á hverjum degi. Aðeins frekar vinnustaðamenningu vegna þess að við hjá Fjarðaáli við erum að leggja gríðarlega mikla áherslu á vinnustaðamenningu, það er í fókus hjá okkur á þessu ári. Við tókum MeToo-byltinguna eða MeToo-hreyfinguna mjög föstum tökum í byrjun síðasta árs. Við héldum fundi fyrir konur, fundi fyrir karla, við opnuðum umræðuna heilbrigða vinnustaðamenningu. Við vinnum þetta út frá heilbrigðri vinnustaðamenningu sem hefur öryggi í fyrirrúmi, tekur vel á móti öllum, konum, körlum, svörtum, hvítum, samkynhneigðum, gagnkynhneigðum, eskfirðingum og jökuldælingum. Þetta ræktum við áfram, við jökum þjálfun í svona hvað varðar einelti og áreitni, en þetta varðar svona andlega heilsu, myndi ég segja. Heilsa og öryggi að sjálfsögðu nátengt og góð vinnustaðamenning, heilbrigð vinnustaðamenning þar sem okkur líður vel er hluti af þessari menningu. Gríðarlega mikilvægt og við erum með þetta svo sannarlega í fókus þessa dagana. Við skrifuðum öll undir sáttmála sem er þarna við hliðina á okkur, eða er þarna upp á vegg við hliðina á henni Védísi Vöku sem er verkfræðingur í Steypuskála Fjarðaáls. Undir þetta rituðu allir starfsmenn. Þetta byrjaði frá upphafi, sem sagt byggingarsaga Alcoa Fjarðaáls hefur afbragðs öryggistölfræði, verktakafyrirtæki Bechtel eyddi 40 mánuðum við byggingu á vinnustað með afbragðs árangri í öryggismálum. Þannig að línan hún var sett strax þar og við héldum áfram. Það sem er mjög mikilvægt líka fyrir okkur er það, eða kannski auðveldað okkur þessa vegferð, er það að Fjarðaál var nýtt. Við erum tiltölulega ungt fyrirtæki, 10 eða 11 ára gamalt fyrirtæki á þess ári. Við erum greenfield, þannig að við komum með menninguna frá byrjun, við vorum ekki að breyta neinni menningu, en það getur oft reynst svolítið strembið. Þannig að við byrjuðum með hvítt blað,
með þá línu sem við vildum hafa og það gerðist strax á byggingatímanum hjá Bechtel sem náði afbragðsárangri í öryggismálum. Það eru tvö verkfæri sem ég ætla að segja ykkur mjög stuttlega frá. Það annars vegar mannleg hegðun og hins vegar stjórn á helstu áhættuþáttum. Vegna þess að þetta eru verkfæri sem við getum sagt nálgun okkar á öryggismál, hún hefur breyst aðeins í áranna rás. Mannleg hegðun nátengt öryggismenningu, hún setur manneskjuna í miðjuna en segir sem svo að öryggisútkoman samspil allra þessara þátta. Það eru fólk, staðlar, tæki og búnaður, skipulagsheild, vinnuumhverfi og ferlin sem við vinnum samkvæmt. Fólkið það bregst við breytingum í umhverfinu og við verðum að viðurkenna það. Hluti af þessu til dæmis það að það oft talað mannleg mistök. Það eru mannleg mistök þegar að slys varð. Ég held að ágætum að Deming hafi bent á það að 90% mannlegra mistaka eru í raun og veru orsök umhverfisins sem að viðkomandi starfsmaður var settur í. Hann brást við áreiti úr umhverfinu, hann eða hún brást við áreiti úr umhverfinu og útkoman varð atvik eða slys. Mannleg hegðun tekur tillit til þessara þátta, þannig að það ekki sjálfgefin niðurstaða að viðkomandi starfsmaður hafi brotið öryggisreglu, segjum sem svo að staðli hafi ekki verið fylgt. Það ekki sjálfgefin niðurstaða að það hafi verið brot á öryggisreglu. Við spyrjum okkur hvað varð þess valdandi að starfsmaðurinn brást svona við í þessum aðstæðum. Þetta er mikilvægt og þannig nálgust við öryggismálin ekki alltaf út frá mistökum og einhverjum refsikúltúr. Ef ég fer nú hérna, þannig að tala svolítið á undan mér. Lengst til hægri þarna, við byrjum hérna, mannleg hegðun kerfi sem byggir á vísindum. Við sjáum fyrir aðstæður og hugsanlegar yfirsjónir sem geta orðið við hinar ýmsu aðstæður. Við komum í veg fyrir yfirsjónir með því að nota verkfæri mannlegrar hegðunar til þess að sjá og ræða í hvaða aðstæðum við erum, í hvaða þekkingu höfum við. Það talað mismunandi svona hegðunar, hæfnitengd hegðun, þekkingatengd hegðun og svo framvegis. Við lágmörkum afleiðingar yfirsjóna með góðum kerfum og mikilvægum varnarlögum og ég kem kannski aðeins frekar inn á það. En svolítið mikilvægt í þessu það við viðurkennum mistök og gerum okkur grein fyrir því að það verða gerð mistök. Og ég hef kannski eftir að sjokkera ykkur enn frekar hér á eftir vegna þess að það var talað hér núll slysastefnu. Við erum eiginlega komin frá þeirri stefnu á svolítið aðra vegferð. Mikilvægur punktur í þessu líka það að hver yfirsjón tækifæri til að læra. Við skráum líklega svona 20 atvik á dag. Það fer eftir alvarleika þeirra, hvort við rannsökum þau eða rótargreinum, en svo bregðumst við með viðeigandi hætti, við lærum og deilum. Hér dæmi nokkrar yfirsjónargildrur og þið sjáu kannski á myndunum hérna. Þessi geti verið undir tímapressu, þessi með mikið sjálfsöryggi, þessi geti verið undir streitu, nokkur dæmi yfirsjónargildrur þarna. Og hér eru svo Friðþjófur og Sonja Björk, en Sonja Björk var einn mesti markaskorari KR í kvennaknattspyrnunni árabil. Hún núna starfsmaður í Kerskála Fjarðarhals. Hitt verkfærið sem mig langar til að minnast á hér stjórn á helstu áhættuþáttum eða critical risk management. Hún tekur til þess að skilja mikilvægustu áhætturnar sem við stöndum frammi fyrir, innleiða mikilvægustu varnarlögin og leggja mat á skilvirkni varnarlagana. Við sjáum hérna til hægri helstu áhættuþætti sem að Alcoa Fjarðaál hefur skilgreint. Það fallhætta, það lokað rými, það rafmagnshætta, farartæki, hífibúnaður og kranar, óbeisluð orka og svo bráðinn málmur. Þetta eru svona okkar áhættugreining á okkar helstu
áhættu þáttum. Við innleiðum mikilvægustu varnarlögin ekki bara ef það verður slys í þessum helstu áhættu þáttum, heldur þegar það verða slys. Ykkur brugðið við að heyra það? Þannig lítum við allavega á það. Þegar ég fer út á gólf og tala við, eða labba Kerskálan, Steypuskálan eða eitthvað, fer og tala við starfsfólki mitt, við tölum auðvitað Liverpool leikinn helgina og ég reyna að muna hvað allir heita og allt það, en svo spyr ég iðulega hvað það hættulegasta sem að getur gerst í þínu verki. Við ræðum það og svo spyr ég þegar það gerist hvaða varnarlög eru þá til staðar svo að þú slasist ekki illa eða jafnvel farir ekki heim til þín nokkuð tíman aftur. Þannig að við spyrjum þessara spurninga þegar að öryggisatvik verður, hvaða varnarlög eru til staðar til þess að ekki verði banaslys eða alvarlegt slys. Þetta svolítið nýtt hugafar. Varnarlögin geta verið athafnir, það raun og veru það sem við gerum sjálf sem fólk, hlutir eða búnaður, sjálfvirkni, tækjabúnaður og svo kerfi sem samanstanda af hvoru tveggja. Gamla hugafarið sem að við svona vorum með, vissulega það markmiðið að það verði ekki slys, auðvitað það útkoman sem við viljum sjá. En við vorum svolítið að fókusa á neðstu lögin í öryggispíramídanum sem að þið þekkið kannski. Við hugsaðum sem svo, ef að við komum í veg fyrir öll minniháttar öryggisatvik, að þá erum við að koma í veg fyrir að það verði banaslys hjá okkur. Við erum eiginlega búin að henda öryggispíramídanum. Við erum eiginlega líka búin að henda þessu hér. Zero is possible. Við viljum að sjálfsögðu ekki sjá banaslys eða alvarleg slys hjá okkur, en við einbeitum okkur að vörnum við alvarlegum slysum. Við skráum slys, fyrstu hjálparatvikum hjá okkur hefur fjölgað, vegna þess að við erum duglegri að skrá þau, læra af þeim, deila þeim og gera eitthvað við þau, eitthvað uppbyggilegt. Alvarlegri slysum, meðferðarslysum hefur fækkað hjá okkur. FSIP eða Fatal or Serious Injury, eins og kallað hefur ekki orðið hjá Fjarðaáli, síðast, það hefur nú ekki orðið neitt banaslys sem betur fer hjá Fjarðaáli, en það hafa orðið kannski 2 alvarleg slys en síðast fyrir 7 árum síðan, held ég, eitthvað þar bil. Það sem var mjaðmarbrot eða slíkt. Ég vona ykkur sé ekki mjög brugðið við þetta, en ég tel þetta vera frábæra nálgun. Öryggi þýðir ekki að engin atvik eigi sér stað. Öryggi þýðir að varnarlög eru til staðar. Eruð þið með mér um þetta? Ef ég að hífa byrði, þá getur eitthvað dottið úr krananum. Við reynum að koma í veg fyrir að það gerist, en aðalatriðið samt mikilvægasta varnarlagi, það það að við afmörkum svæðið sem að búnaðurinn gæti mögulega fallið á. Það mikilvægasta varnarlagið. Það mun mikilvægara varnarlag heldur en að yfirfara krókinn sem að samt getur fallið. Og þetta eru Rebekka og Garðar. Og það saga að segja frá því að Rebekka, hún var ráðin til Fjarðaáls fyrir 12 árum síðan, einn af þeim fyrstu. Við vorum með litla skrifstofu í Reykjavík þar sem að hún mætti í viðtal og svo á tilsett degi þá mætti hún ekki í vinnuna. En hún hringdi hins vegar og sagðist hafa mætt út í Straumsvík. Hún hélt hún hefði ráðið sig þangað. Hún núna búin að búa í 12 ár á Reyðarfirði, á fjölskyldu þar og leiðtogi í Steypuskála sem verkstjóri leiðtogi. Skemmtileg saga en svona nú örlögin. Ég veit ekki hvort þið þekkið þetta atvik, mér langar að tengja þetta við mikilvægastu varnarlögin. Ungt barn féll í górillugryfjuna í Cincinnati.
að endanum barni bjargaðist en górillan var skotin til bana. Það hafði ekki orðið öryggisatvik við górillugrifjuna í 38 ár, en það gerði hana samt ekki örugga. Þetta til þess að ítreka það að fjarvera slysa þýðir ekki það sama á öryggi. Þannig að ef við erum alltaf að telja öryggis tölfræðina segja það hefur ekki orðið slys hjá mér, það skiptir bara engu máli á morgun. Gamla varnarlagið var þessi litla girðing, þessi 2-3 ára gamli krakki, hann bara skreið þarna frá foreldrum sínum og datt ofan í gryfjuna. Það var sett upp annað varnarlag sem er þessi girðing, það var það mikilvæga. Girðingin er mikilvægasta varnarlagið, það að það hafi ekki orðið þarna slys í 38 ár, það er ekki mikilvægt varnarlag. Deepwater Horizon, einstök frammistaða í öryggismálum og til fyrirmynda í iðnaðinum, 7 ár án fjarveruslys. En í apríl 2010 þá var sprenging í borpallinum 11 manns að bana, eyðilagði borpallinn og orsakaði mesta olíuleka í sögu Bandaríkjanna. Þannig að öryggistölfræðin, hún skipti engu máli. Hún skapaði ekki neitt öryggi. Mikilvægasta varnarlagið, já, það vantar nú þarna í textan hjá mér, mikilvægasta varnarlagið er fólk, búnaður eða kerfi sem skiptir miklu máli eitt og sér eða með öðrum vörnum til þess að afstýra eða draga úr áhrifum atviks sem gæti leitt til banaslys. Og þetta er spurningin sem við spyrjum þegar við undirbúum verk, þegar við förum út og spjöllum saman, hvað er mikilvægasta varnarlagið og við gerum úttektir á því. Er mikilvægasta varnarlagið til staðar. Við gerum ýmsar úttektir, við gerum úttektir á verklagi, en að mínum mati þá er þetta mikilvægasta úttektin okkar, er mikilvægasta varnarlagið til staðar. Og nú er ég að falla á tíma. Höfum við gengið til góðs? Öryggi er okkur tamt. Öryggi er hluti af lingóinu hjá Fjarðaáli. En það þarf alltaf að rækta öryggismenningu. Henni er ekki bara hellt inn á vinnustaðinn í byrjun og svo er það þannig. Við þurfum stöðugt að vera að rækta hana, stjórnendur þurfa að ganga gildin. Mikilvægur árangur finnst mér vera að Fjarðaál hefur kannski svona sett nýtt viðmið í öryggismálum á Austfjörðum og þetta er viðurkennd staðreynd þar sem að fólk sem hefur komið við hjá okkur, það fer á aðra vinnustaði og gerir sömu kröfur. Þetta átti líka við byggingatíman á sínum tíma. Þannig að við höfum gengið til góðs. Við tökum á móti 120 sumarstarfsmönnum á hverju ári. Ungt fólk, þetta er mikil áskorun en þetta er skemmtilegu tími líka því að það kemur nýtt fólk, það upplifir þessa öryggismenningu og það kemur stundum með nýja sýn. Við fáum oft góðar og skemmtilega spurningar frá sumrungunum okkar. Besta spurningin sem að ég fekk, hún var eitthvað á þessa leið. Ég hafði haldið mjög ástríðafulla ræðu öryggismál yfir sumarstarfsmönnum og bað svo spurningar nánast með tárin í augunum. Einn hafði kjark til rétt upp hönd og hann spurði, hver ert þú? En hann tengdi náttúrulega ekkert öryggismálum. En tíminn hjá mér er búinn, ég ætla ekki að hafa þetta lengra, það hefur margt áunnist í öryggismálum hjá Fjarðaáli. Hérna sjáum við álverið og Sómastaðabæinn sem er hinum megin við þjóðveginn. Hverjum hefði dottið í huga að setja álver á jólakort, öðrum en mér. En þakka ykkur fyrir.